fyrir þetta og takk allt þetta góða fræðafólk sem hér búið að leyfa okkur að glugga yfir öxlina á þeim. Nú ætlum við að bregða okkur í heimsókn til 3 skóla. 3 góðir stjórnendur úr skólum ætla aðeins að segja okkur frá sinni reynslu af þessu. Og ég ætla ekki að koma upp á milli og kynna hvert fyrir sig, ég ætla bara að kynna þau öll núna. Þetta Kristinn Þorsteinsson, skólameistari í Garðabæ, og svo Hulda Jóhannesdóttir sem stýrir leikskólanum Króki, heilsuleikskólanum Króki í Grindavík, og svo Kristín Jóhannesdóttir sem skólastjóri Giljaskóla á Akureyri. Og ég ætla bara að bjóða Kristín velkomin í pontu, gjörðu svo vel. Takk fyrir og gaman að sjá ykkur sem hér og vonandi sem flestir sé að hlusta. Ég þakka fyrir áhugaverð erindi og ég mun kannski frekar reyna að bregðast við því sem ég hef heyrt frekar en endilega akkúrat reynsluna úr Garðabæ. Það þó mun ég þá sjálfsögðu blandinn því sem við upplifum í Garðabæ. Nú, ég byrja nú fyrst á erindi frá Guðrúnu að þá kemur nú ekki óvart að streita framhaldsskólakennara hafi aukist verulega við COVID. Við héldum fund á föstudegi í hádeginu þar sem á mánudaginn eftir þegar byrja fjarkennslu. Eftir á að hyggja þá hefur við líklega átt að gera svo tækniskólann og kenna ekki á mánudeginum og láta kennsluna hefjast á þriðjudegi. En við ætlum að kenna eftir stundatöflu og við ætlum að taka mætingu í gegnum innu og innarhund á mánudeginu. Og þetta svona, og kennararnir voru sambland heima og ykkur í skólanum, þannig að það var ekki skrítið þó að væri allt á öðrum endunum strax í byrjun. Fljótlega hrestist nú innan og menn fóru að nota líka fleiri tæki og ég held að sé ágætt að við gleymum því ekki að þetta tókst vel og þar komu margir að. Samstarf við ráðuneytið til dæmis hjá skólameisturu var mjög gott. Og skólarnir voru flestir, ekki allir en flestir, voru peninglega vel settir sem gerði svolítið auðveldara að takast á við þessi tækifæri. Reyndar skal ég viðurkenna, ég held reyndar að þeir sem voru ekki vel peninglega settir hafi líka staðið sig mjög vel, en hvaða lærdóm sem má draga því, en allavega ef maður hefur það slæmt, þá skárra að hafa það slæmt með nógum peningum en engum peningum. Þannig allavega það var ekki vandamál hjá mörgum skólum. Nú, það kemur fram að menn telja álag og nemendur hafi aukist og það gerði það í einhvern skilningi, en við gerum könnun hjá okkur í Garðabænum á hvernig nemendur leið þegar talsvert var liðið á. Og eins og við búist að nemendum að þá sögðu ykkur að það væri of mikið, en bara mjög stór hluti nemendar sagði að álagi væri hæfilegt og það vorum við með svarhlutfallið 499 nemendur af tæplega 700. Þannig að við greindum ekki að við værum alveg að drekkja þeim, en síðan þeir kemur til þess að skólasókn og einhverjum og það var náttúrulega allt erfitt að bera saman þetta ástand við það sem var áður. Ég var að reikna út í morgun skólasókn á þessari önn. Hún svo besta sem við höfum haft sem ég hef mælt. En við hvað á ég að bera það? Nemendur voru heima hjá sér og við tókum mætingu öllum tímum. Við vorum einn af þeim skólum sem tókum mætingu öllum tímum. Þannig að menn mættu bara á netinu og skráðu sig og við veitum kannski auðveldar að mæta klukkan 8 eða 9 á morgnana og skriða kannski undir sængi aftur húsalega. En enga síður að þá var mæting nemenda bara nokkuð góð og sama með einkunnir. Að einkunnir voru háar, en sumuleitt það mér að kenna. Ég sagði við kennar, nú þetta skafl, við lentum vonandi aldrei í þessu aftur. Við skulum bara komast í gegnum skaflinn, við skulum reyna að hjálpa nemendum, við skulum, ef þau þurfa að sleppa verkefnum, þá bara sleppið þið verkefnum. Við skulum komast í gegnum og reynum að hafa gæði því sem við gerum, en reynum ekki að gera allt eins og venjulega, það ekki hægt. Og einkunnir, meðalengur, hærri en nokkru sinni áður. En við hvað ég að bera það, það síðan vandamálið, það voru háar einkunnir. Nú, vissulega vantaði kennslufræðilegan stuðning og undirbúningur var enginn og við hefðum vissulega viljað styðja kennara betur. En við erum heppin, við erum fjarnámsskóli og margir kennarar voru vanir í fjarnámi, en þeir unnu ótrúlega vel úr þessu. Við hefðum viljað styðja þá betur. En flestir, við vorum skólinn sem vorum illa út úr COVID, þannig að það voru hátt í 15% okkar starfsmanna sem fengu COVID. Þannig við viljum meina að við séum verst og best í COVID eins og öðru. Þannig var bara ástandið, þannig að skólanum var bara lokað, það var enginn í skólanum.
skólameistari sjálfur var í Austurríki þegar þetta skall á, þannig að það ég var á Síðum, já, þannig var ástandið. Nú, við fundum fyrir því að samvinna nemenda minnkaði mjög verulega, það var alveg ljóst og við þurfum bara einfaldlega að þróa til þess betri aðferðir og þetta eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja sjá á fræðasamfélaginu, hvernig við vinnum þetta. Vísu eru menn í gegnum Zoom og ýmis önnur forrit farin að kallast breakout rooms og munir að auka þetta, en þetta vissulega erfiðara og félagsleg samskipti eru feikilega erfið verkefni. Nú, ég mjög ánægður með allar þessar nýjungar sem við kynntum okkur og ef ég fæ eitthvað það ráðið, þá förum við ekki tilbaka alveg. Ég segi við mína kennari, ég sé ekkert endilega fyrir mér að við förum í 100% staðkennslu aftur. Það ekkert endilega sérstaklega æskilegt. Það ekki tilgangur að fara í gegnum þetta allt, við ætlum ekki að nýta þessar breytingar og þessi tækifæri. Þannig að við munum sjá fram á breytingar í framhaldsskólum til frambúðar í gegnum meiri. Ég sé alveg fyrir mér að kennarar fara í námsferðir erlendis og til sinni kennslunni það. Þetta sé bara fyrir mér, við höfum séð það út allt samfélag að það hægt að treysta fólki til að vera heima og vinna síðan störf heima. Við þurfum að síðan kennurum hugsa trú og kennurum. Þeir leysa verkefnin og ég standi ekki alltaf yfir þeim með þessu alltaf inn í stofunni. Það eru fleiri leiðir til að gera þetta og þetta vil ég sjá til frambúðar. Nú, infrastruktúr kemur fram hann hafi verið góður, hann var feikið góður. Ég hefði ekki viljað lenda í þessu fyrir 10-15 árum, rétt eftir hrun til að mynda. Og svo líka bara hver tæknin fleytt fram á síðustu árum sem gerði margt mögulegt. Ég er búin að nota Skype í mörg ár. Þessi kvalitífa breyting sem hefur orðið á samskiptum á netinu hefur verið mjög mikilvæg síðustu árum. Þannig að infrastruktúr í íslenskum framhaldsskólum góður og infrastruktúr á íslenskum heimilum góður. Þetta kom fram í könnun hjá mér meðal allra skólameistara. Hann það góður líka á heimilunum að okkur engin vorkunn að bjarga því sem upp á vantar. Vanti heimilu, tölvu þá bara leggjum við til. Þetta eigum við ekki, þetta gerst sem samfélag. Þetta einfaldlega bara ekki, það stórt vandamál að við eigum ekki geta lista. Við buðum öllum nemendur í okkur sem vildu tölvu. Við létum eina út. Þannig að það virtist ekki vera vandamál með tölvur. Og þarna stöndum við í lúxusstöðu miðað við mörg önnur lönd sem ég fylgst með sem hafa verið í erfiðleikum með þetta. Má ég sjá. Jákvæmt að sjá sem kemur fram hvað margir lærða þessu og við munum búa að þessu, við búum að því að sko gömlu söðurnir í kennslu fengu harðara sparkheldur en nokkur sinni áður og það voru gaman að sjá það að þeir voru fyllilega færir það að taka við ykkur nýju og gera eitthvað nýtt. Nú, erfiðleikur áskorunin því að það var gott, ég held að ég var hljóma frekar jákvæður en þetta var erfiður tími. En líka skemmtilegur í það sem ég hef langmestar áhyggjur af þessu tvennt. Jaðarhópar, þeir hópar sem við höfum áhyggjur af lentu í erfiðleikum. Þó held ég allir framhaldsskólar, ég talaði alla framhaldsskóla á landinu og nánast, ég gerði könnun þegar við varum að funda með ráðuneytinu, þeir lögðu allir aukna áherslu á námsráðgjöf í vor. Þeir hringdu, það var hringt í alla nemendur sem voru í erfiðleikum. En við komumst að því við náðum bara ekki dísöfa nemendur, þeir svöruðu einfaldlega ekki síma. Og þessi jaðarhópar, þeir eru það sem við þurfum að horfa á hvernig við náum betur til og við erum ekki búin að þróa þar aðferðir. Og gallinn náttúrulega sá að skóli jöfnunartæki þegar vel tekst til allavega það mín filosófía, hún getur ekki endilega verið ykkar, en það mín filosófía. Og ég held að það skipti mjög miklu máli að við notum þessi slíkar og svona tímabili þá virkar það síður á þann hátt. Og mikil áhersla á foreldra eykur ójöfnuð í skólakerfinu. Og það er svolítið erfið staðreynd, þannig er raunveruleikinn. Nú, hitt hlutur sem ég hef miklar áhyggjur af, það er félagslegir hlutir nemenda, við leysum námshluta, við erum búin að sjá það, við erum sling, við erum vel tækjum búin, við leysum það. Ekki alltaf fullkomlega, en við gerum það. Við erum í vandræðum með félagslega þáttun og félagslegir nemenda. Samskipti eru óæskileg á þessu tímum. Við megum ekki kalla saman nemendur, við erum að fara að gera það núna, því það er skánað ástandið. En þetta er vandamál hjá okkur, hvernig leysum við þennan félagslega þátt? Að vera í framhaldsskóla er náttúrulega ekki bara að læra á bókina. Það er ansi margt annað sem fer þar fram. Og ég er nú búin að vera hitta alltaf nýnema núna síðustu daga og ég stríði þeim á því að þeir séu óhefnasti árgangur Íslandssögunnar. Þeir hættu í grunnskólum og það gerist ekkert, þeir byrja í framhaldsskólum og það gerist ekkert. Það var ríður á að við komum þessi lag og í fjölmörgum löndum ástandið að versna
Það ekki að versna hér og við skulum virkilega nýta tækifærið og koma sér betra lag og hafa hér eðlilegra líf. En nú ég komin að fara að predika. En bara mjög gaman að hlusta á þessi erindi og ég hlakka til að heyra fleiri og fylgjast með því sem að gerast. Bara kæra þakkir fyrir mig. Komið sæl og takk fyrir að leyfa mér að vera hérna í dag með ykkur og ég langaði að fara aðeins líka út fyrir ekki bara það hvað leikur barna breyttist í leikskólanum á þessum tíma og líðan heldur ég fer aðeins inn á eins og kom fram hjá fyrirrennara mínum að þetta var mjög og margir leikskólastjórar hafa tjáð það við mig að þetta var mjög mikil áskorun og þetta var streitutímabil fyrir stjórnendur þar sem að það var við þurftum mikið að skipuleggja hrunni bara allt upp og nýtt og finna leiðir bæði eins og í upplýsingaflæði bæði til foreldra, til starfsmanna og fylgjast með, maður var alltaf að rífresa, ekki komið eitthvað nýtt og á fyrsta fundinu mínum með mínu fólki árum við opnuðum eftir á þriðjudeginum að þá sagði ég, það sem ég að segja núna gæti orðið breytt eftir klukkutíma og það var raunin. Það var eftir tæpa 2 tíma sem allt var breytt. Þannig að svona voru fyrstu dagarnir. Að maður var búin að skipuleggja eitthvað og þá þurftum að byrja eitthvað nýtt. En aðstæður voru líka mjög misjafnar í leikskólum. Þar sem sumir voru opnir með öllum börnum, til dæmis eins og Akureyri, ég held bara allan tíman, án skerðingar, meðan aðrir voru með skiptu hópunum upp í 2 og það var verið að hólfa niður og alls konar. Í mínum skóla var það þannig að það voru allt of fá börn sem mættu og við vorum búin að búa til svona hólf en sáum bara á fyrstu dögunum, við getum ekki gert börnunum þetta af því að þau munu finna fyrir einmannaleika, þau munu finna fyrir einangrun. Þannig að við settum þau staðinn fyrir að hafa þau á 4 deildum, þá höfðu við 2 deildar fyrir þau. 2 og 3. Þetta var við leiðum stundum að vera í sundur og stundum saman, en sömu hópanir vorum ekki að blanda á milli hópa. En en hegðun, við fundum líka fyrir því og eins og mjög margir skólar að hegðun breyttist í hópnum, í leiknum og líðan og það tala eiginlega allir leikskólastjórar sem ég hef hitt og ég er í stjórn minns félags þannig að ég hitti mjög marga og heyri mjög mörgum skólastjórum og þeir segja allir það sama að börn sem að voru til dæmis með eins og bara með kjörþögli, feimin börn, að þau brutust út. Þau fóru að njóta sín betur og tala og þora að tala og vera með. Og börn með kannski meiri hegðunarvanda að þau voru rólegri. Þannig að þetta var svona það mesta ef við horfum á líðan barnanna. Ég get ekki sagt að í mínum skóla breyttist mikið hvað leikinn varðar af því við erum búin að vera síðustu ár mjög mikið að breyta leiknum þannig að í dag erum við með svokallað frjálst flæði þannig að þau fara og velja sér sjálf viðfangsefni eftir áhuga. Þannig að þau voru í rauninni bara þar kunnu það og gerðu það áfram. Og varðandi til dæmis þrif og leikföngum við bara höfðum bara 2 sett. Það var bara annað sett bara inn í skáp og hitt tekið fram. Þannig við vorum ekki reyndum að gera þetta, flækið ekki mjög mikið. Og börn hafa svo mikið að leikföngum og alls konar námsefni þannig að þau fundu ekki fyrir þessu. Starfið var auðvitað mun einfaldara og þannig að þetta voru náttúrulega það fá börn að kennararnir hjá mér hefðu mikinn tíma til að undirbúa starfið. Og við fundum það þarna að þær voru alveg bara, vá, ég er búin að gera alveg bara verkefni sem hefur bara legið í skúffunni í bara marga mánuði jafnvel.
vegna þess að leikskólakennarar hafa líka haft mjög lítinn undirbúningstíma og þeir sem vinna í rauninni kennarar inn í leikskólum, leiðbeinendur, vinna kennarastörf, þeir eru jafnvel ekki með neitt skilgreindan undirbúningstíma. Þannig að þetta liggur þá kannski á þeim fáu leikskólakennarum af því að eins og þið vitið þá eru of fáir leikskólakennarar inn í leikskólum og of lítill undirbúningstími til að undirbúa starfið. En þarna gafst tími í þetta og fara í gegnum allt bókasafnið með kynjaglerugum og ýmislegt annað svona verkefni sem höfðu legið á hakanum. Og kennarum fannst gott að gera þetta svona og við fundum sérstaklega fyrir þetta svo í sumar þegar er svona hægist aðeins hjá okkur að þá höfum við gátum verið svona meira í svona verkefni sem okkur langaði til að gera en þurftum ekki að klára. En sem betur fer með nýjum kjarasamningum og þá undirbúningstími leikskólakennara, þeim að fjölga umtalsvert. Þannig það gleðilegt. Söknuður. Við fundum ekki eins mikið fyrir það hjá börnunum, þau töluðu ekki mjög mikið það, en svona aðeins þau spurðu hvar þess og hinn voru, en þau voru einhvern veginn bara alveg á svona fullu bara í sínu. En við fundum fyrir því, ég gerði það líka að ég fann sjálf, ég fattaði ekki hvað var að gerast með sjálfa mig, mér leið eitthvað sérkennilega. Og svo gerði ég eitt kvöld þegar ég tók viðtal við mig í pottinn og svo fór að greina hvað þetta og þá áttaði ég mig á því að þetta var söknuður. Söknuður eftir samskiptunum af því að þau eru svo gífurleg í leikskólan. Þú ert alltaf í þessum samskiptum, svo ertu bara heima hjá þér annan hver dag og þegar þetta byrjaði þú hugsaði bara já, ég tók fullt af verkefnum með mér heima eða svona þú hugsaði já, ég get farið í þetta og hitt. Ég komst aldrei í það einhvern veginn af því ég var svo upptekin af því að passa upp á að væri samskipti og hvernig að við séum að horfa á börnin og ég sé í samskiptum við kennarana og þetta upplýsingaflæði. Þetta var svolítið sérstakt og síðan gerði ég það að ég hringdi í alla í hinum hópnum mínum til að heyra hvernig þeim leið og talaði svo við í mínum hóp líka kennarana. Og það var alveg samnefnari þar, þó svo að það komið fram í rannsókninni að það hafi verið minna álag og þá held ég að það sé að vera að tala meira minna álag með börnunum að þau voru færri, skiljiði. En þær töluðu allar að þær fyndu fyrir streitu og ein lýsti ég bara svo vel með setningunni þetta tekur lúmst á og mér fannst það svona góður punktur. Ég hugsaði já, þannig að þá þarf ég að passa upp á hópinn minn einhvern veginn. Þannig ég var að finna leiðir til að passa upp á hann. En COVID-áskorunin, í mínum skóla tölum við aldrei álag, við tölum alltaf áskoranir. Og þessar áskoranir sem að mynduðust þarna, þær hafa að gefa okkur mörg tækifæri og munu gera í framtíðinni. Gaf okkur tækifæri til að vera stolt af starfinu okkar, til dæmis. Tækifæri til að meta starfið okkar og vera þakklátt fyrir starfið okkar. Við eigum þetta starf og það alltaf þarna. Og tækifæri til að sjá hversu mikilvæg stéttin okkar af því að við þær fordómarlausu aðstæður, það er svona sem maður fengi að segja þetta, sem sköpuðust eða sem hafa skapast við þetta, sýnd okkur það að við erum bara ótrúlega flink. Og þetta hefur þess vegna að gefa okkur tækifæri að klappa hvort öðru á bakið. Að klappa bæði okkur og svo hvort öðru á bakið fyrir velunni störf. Því að við höfum sýnt með einstakri aðlögunarhæfni, metnaði og ábyrgð. Og ég segi ábyrgð vegna þess að það kom fram sem náttúrulega kom ekki fram í þínu erindi að veikindi voru nánast engin á meðan á þessari skerðingu var. Hvað það að segja okkur? Fólk tók ábyrgð og ég held að við ættum svolítið að vinna með það. Það þarf að vinna með það að fólk hafi virkilega ábyrgð á starfinu sínu alltaf. Við fáum líka tækifæri
til að efla veljan barna. Við getum gert það með því að auka rými barna í leikskólum og nýta reynsluna til að þróa skólastarf þar sem öllum líður vel og gleði ríkir. Því einungis þannig geta börn, nemendur, tileinkað sér nám, unglingar, fullorðnir, tileinkað sér nám á öllum skólastigum. Og til þess að svo getur farið að við nýtum okkur þessar áskorunir tækifæri til að þróa okkur áfram til betri skólastarfs og eins og fram hefur komið í flest öllum rannsóknum hér að þið voruð að skoða líðan og ég alveg ótrúlega ánægð með það að í öllum spurningum var spurningum líðan nemenda að því hún skiptir öllu máli. Og við þurfum samtaka mátt í skólakerfinu allt frá menntamálaráðherra og niður alveg í leikskóla til að nýta okkur þessi tækifæri. Takk. Við erum aðeins búin að synga upp á tíman en ég byrst afsökunar á því. Það var allt þess virði og meira til. En lokaerindið sem sagt núna að hefjast áður en við slítum ráðstefnunni. Kristín Jóhannesdóttir. Já, þetta er Kristín og Giljaskóla á Akureyri. Góðan daginn. Ég heiti Kristín Jóhannesdóttir. Ég er skólastjóri í Giljaskóla á Akureyri og ég fékk það hlutverk að bregðast við þeim niðurstöðum sem er verið að kynna hérna í dag fyrir hönd grunnskólana. En við upplifðum alveg einstaka tíma og eins og svo oft áður þegar Íslendingar þurfa að standa saman þá gera þeir það og við sáum það líka birtast í skólum landsins. Þessar niðurstöður sem ég hef séð úr grunnskólahlutrannsóknarinnar eru margar ánægjulegar og í takt við mína upplifun af þessu tímabili. Víðast hvar var brugðist við með fumlausum hætti. Skólafólk sýndi styrkleika sína og var tilbúið til að fara út fyrir hið hefðbundna form til að geta haldið úti góðu skólastarfi. Margir kennarar höfðu tileinkað sér notkun stafrænnar tækni. En eins og framkom í erindi Sólveigar breyttu þó yfir 60% kennara notkun á stafrænni tækni á þessum tíma og það sýnir að það lærðu mjög margir af þessum aðstæðum. Og nemendur grunnskólana fengu blandanám á þessum tíma, bæði staðnám og fjarnám. Sumir voru alveg í skólanum, aðrir nokkra daga í viku og enn aðrir stunduðu nánast alfarið fjarnám. Og fjarnám reynir sannarlega á sjálfsaga nemenda og kallar í mörgum tilvikum á aukinn stuðning foreldra. Þar sem skólar þurftu að bregðast við þessum breyttu aðstæðum með skjótum hætti, reyndi verulega á lausnamiðaða nálgun innan skólana. Það var misjafnt hve mikið nemendur gátu sótt skóla og það var misjafnt hve mikið var kennt í gegnum fjarfundabúnað. Allt frá einum fundi í viku upp í fjölmargar stundir í viku. Þetta þróaðist og breyttist yfir þetta tímabil, menn fóru að horfa hver til annars og gátu prófa sig áfram. Og það má gefa sér að álag á foreldra hafi verið misjafnt eftir því hve vel nemendum var sinnt frá skólanum. Og það eru ekki nýja fréttir að aðstæður barna til stuðnings við nám heima fyrir eru misjafnar. Þær eru það alltaf og líklega höfum við séð ýktari mynd af því á þessum tíma. Framþróun verður þegar fólk reynir nýja hluti og neyðist til að fara út fyrir hefðbundna form. Mjög stórt hlutfall svarenda telur að þessar fordæmalausu aðstæður muni breyta kennsluháttum í skólanum til frambúðar. Þetta eru rauninni mjög góða niðurstöður. Þarna fór fram mikið nám sem mun nýtast okkur áfram. Bæði nemendur og starfsfólk lærðu nýja hluti og gátu líklega á fjölbreyttari hátt nýtt sér tækni til náms og kennslu. Það var líka gaman að sjá hve mikið skólar huguðu að félagslegum samskiptum og líðan nemenda. Ég heyrði því til dæmis fleygt hjá kennara að hann hafi jafnvel verið í betri samskiptum við nemanda á þessu tímabili en áður. Og auðvitað er til í dæminu að sumum hendi einfallega betur að vera í rafrænum samskiptum. En annar ánægjulegu þáttur er að sjá að stórt hlutfall skóla telur sig vera vel búin stafrænum verkfærum til að takast á við aukin tölvusamskipti eða fjarkennslu.
Þarna sýnir sig að svo áhersla margra skóla á síðustu árum að mæta kröfum 21. aldarinnar hafi gert gæfumuninn þegar komað fjarkennslu. List- og verkgreinar auk íþróttakennslu féllu helst niður á þessu tímabili og það kom í sjálfu sér ekki óvart, enda veit ég að það var víða tekið ákvörðun að sleppa greinum þar sem nemendur þyrftu mikla snertingar sín á milli eða ítrekaðar snertingar við sameiginlega snertifleti. Sums staðar var leitast við að bæta þetta upp að hluta með listtengdum verkefnum í fjarnámi eða með hvatningu til aukinnar útveru og hreyfingar. En það verður spennandi að sjá nánari greiningu á niðurstöðum þessara rannsóknar því þetta var einstakt tímabil sem við þurfum svo sannarlega að læra af. Takk fyrir.